Góðan daginn og velkomin í þátt númer 83 hér á YouTube-rásinu minni. Ég heiti Helga og ég er handavinnu Óð. Nú í dag er 2. febrúar 2020 og ég tók uppfittunarræði. Það er okkur góðu. Ég ætla að fara yfir, ég komst nú ekki einu svona yfir að fitja upp og allt sem að fór í bókana en ég ætla að fara yfir þetta með ykkur og sýna ykkur hvað gerðist. En já, ég ætla nú bara að byrja á því að bjóða alla hjartanlega velkomna, gamla og nýja. Og já, mig er að finna sem Helga 71 á Instagram og Ravelli og svo er ég með like síðan á verkefnatöskur Helgu á Facebook. Og þar er ennþá útsala. Og það er svona aðeins farið að kvikna á saumalöngun. Sjáum hvert það leiði mig. En svo er eitt sem ég er að spája að gera. Alltaf leiðilega þessar kynningar finnst mér í upphafi á svona vídeóm. En það er hægt, núna býður YouTube-rásin upp á að maður gerir svona stutt kynningarefni eða svoleiðis sem að er það bara, getum bara svona stutt svona upplýsingar mann bara almennt. Þannig að ég er að spája að skelli svoleiðis og setja svo bara eins og ég hef svo oft gert bara texta á skjáinn hvar mig er að finna. Svo maður getur bara vaðið beint í innihaldið. Nú, og það er þetta bara hefðbundna klárverki, vinnslu, hvort döfinni, hvað datt í pokan, blaður og kaffi að sjálfsögðu, snemma og sunnudagsmorgni. Ég ætla aðeins að færa ykkur hérna nær mér. Svona. Nú, þá bara ekkert eftir neina að bíða, en það er fyrsta klárið og ég sit í reyndar klár númer 2 síðan síðast, en ég ætla að byrja að sýna ykkur að því ég er í því. Það er þriðja Love Note peysan sem ég geri eftir Tinka Knits. Ég gerði fyrst eina úr garni frá Dr. Dyework sem að ég elska og gerði hana eftir uppskrift alveg. Svo gerði ég eina á Maríu, stjúpdóttur mína, svarta sem að ég breytti, eða sérst, hún er ofsalega grönn og bara klæðir hann ekkert rosalega vel að vera í ykkur oversized, þannig að það var svona mjög vel á henni og með vel langar ermar og svoleiðis. Og svo var ég löngu búin að finna til gagn sem að mig langaði að nota í mína peysu og gerði það og það voru 2,6 grömm eftir af aðallitnum eða grófara garninu. En þetta er svona bara, ég breytti henni náttúrulega, eða þannig, ég bara síkkaði hana, bæði búkinn og ermarnar. Ég fór niður um stærð að þetta er grófara garn heldur en er gefið upp í, aðalliturinn er grófari heldur, þetta er pínu grófari en fingering. Þannig ég fór niður smól, bæði líka til þess að hún er ekki eins svona oversized eins og hinn, sem passar utan yfir skyrtu og kjóla og svona. Og svo hafði ég ermarnar vel síðar. Og þetta er Three Dog Knits Fiber Arts garn. Það eru 380 jardar á 115 grömmum. Þannig að þetta er svona alveg næstum sportgrófleiki. Og það er 70% merino og 30% silki súpuvass. Og liturinn heitir Buckwheat. Og þetta er merkið. Mér minnir að hún Judith vinkona mín í Kanada hafi sendt mér þetta garn. Og ég nota Kitsilk Drops með lit númer 31 og þetta eru afgangarnir, það eru 2,2 grömm og 2,3 eða eitthvað sem eru eftir hjá mér. Ég var alveg staðráðin í að reyna að nýta þetta eins vel og ég gæti. Þannig að nú fer þetta bara í smámunadeildina, eða afgangakörfuna. Og svo ég ætla að sjá hvernig það virkar með, að því nú er ég í fyrsta skipti með
með gardstassi mitt inn á rafverli. Ég átti að sjá hvernig það virkar þegar ég tikka svona út garn, hvernig það verður. En ég þarf að ná hérna smá props. Síðan kláraði ég á Helga manni minn Monsieur Plastique peysuna eftir Stephen West. Og fyrst var ég ekki viss þegar ég var búin með hana. Hún var svo skrítin hérna efst uppi. Og hún var svo skrítin á honum og ég sagði bara, ég var bara nota hana. Af því að hún bungaði svo mikið hérna og hann náttúrulega ekki með brjóst. Þannig að ég sagði, ég bara stytti armennar og nota hana. Nei, svo þvoði ég hana, laði hana til og hún smellpassar á hann. Og hún með hérna svona ekstra síðri ermi til þess að geta haft þetta yfir hendina og pota þumlunum út úr í kulda. Og hann búinn að vera í henni síðan að hún þornaði. Og bara rosa flottur og ánægður með hana. Og hann má líka alveg vera það. Þetta ég held ég hafa aldrei keypt svona dýrt garn í peysu á nokkurn. Í einu. En svo hérna, en hann á það líka alveg skilið þegar ég finn loksins garn sem hann þolir að þá notar hann það sem ég geri. En þetta sérst Quince & Co. spray sem ég keypti í litlu prjónabúðinni og ég elska litina í þessu. Þeir eru svona þeir eru svona muted, svona hlýir og svoleiðis bara, já. Þetta sem sagt hérna afgangurinn af öllu saman. Það, sofnaði talvan náttúrulega, nei, hann hún. Ég notaði rúmlega 2 hespur af þessum lit, Honey, og ég notaði rúmlega 1,5 hespu af Sabrine litnum og ég notaði tæplega af Kitty Wake, svona gráa, og ég notaði alveg 2 af þessum milligráa. Notaði þær alveg upp til agna. Þannig að ég hugsa að ég geri svo bara, ég vil húu eða eitthvað úr þessu garni á hann af því að þetta svo ótrúlega, hann nefnilega mjög viðkvæmur, gagnvart ull og svona. En þetta svo sturlað þegar maður búinn að þvoða. Það var alveg geggjað að prjóna úr því og bara, þetta flaug úr höndunum á mér. Svo kom þessu vonbrigði þegar þetta datt af prjónunum að þetta lá ekki vel á honum og þá einhvern veginn bara fór ég pínu fílu og gleymdi því að ég ætlaði að gera ykkur afgöngunum. En nú þegar ég byrjaði að handfjalla þetta aftur þá styttst í að það verði eitthvað gert. Ég er svo fegin að þetta gekk upp af því að þetta náttúrulega eins og ég segi, þetta kostaði alveg sitt og hefði heldur ekkert orðið eitthvað endilega rosa gott á mér. Þannig að þvottur gerir kraftaverk á svona. Það er hægt að laga ýmislegt, þú veist, það eins og með blúnduna. Hún öll í vöðli á Lofnót, þangað til úr búin að leggja hann til með smá, þú veist, það þarf ekkert endilega að þvo þetta, það er ofta nóg bara að leggja flíkina niður og úða á hana vatni og þú veist, dumpa þetta til ef maður vill ekki heldur missa þetta út í eitthvað hjútsdæmi. Því eins og Superwashið í þessu tilfelli getur stekkað svo rosalega. En á móti kemur heldur móhyrið aðeins aftur af því af því það er svo lítil teygja í því. Nú en þetta er sérst klárin. Mjög ánægð með hvoru tveggja. Síðan er það verk í vinnslu. Ég kláraði loksins fyrri pokan af gingerbread rúllónum mínum og svo eftir að gera annan svona gæja og vefja þetta upp á nýja græju sem ég var að fá til þess að geta
gert þetta svo tveggja þráða og það fyrir ekki til spillis. Þannig að ég á eftir að prófa þá græju þegar ég er búin að spinna þetta upp og ég er að vona að ég sé að ná svona kannski þessu sokkabandsgrófleika upp í sport. Og í þessu er Merino, Shetland, Baby Camel, Baby Alpaca, Tussa Silk, Tencel og mjólkurprótein. Og það er 50 grömm í pókanum, þannig að þetta eiga að verða 100 grömm. Og þetta er gingerbread frá Spindles and Stitches sem er jólaliturinn 2019 hjá þeim. Og ég er náttúrulega enn að safna í jólasokka ævintýri sem ég er að fara að byrja á. Ef þá ekki bara fara í það. Nú, ég var búin í fyrra að sjá eitthvað kúkuprjónara með 6 pör af sokkum á 2 prjónum. Þess að prjóna 12 sokka í einu. Og ég var náttúrulega alveg, þetta er nú eitthvað fyrir óðu mig. Og síðan er ein bandarísk kona sem ég fylgist með og hef svona lúmst gaman af. Hún er svona alltaf til í að prófa einhverjar svona óhefðbundnar leiðir í þessu og núna fyrir jól ákvað hún að skella sér í þetta og er að gera mjög góð svona útskýringar myndbönd með bæði á YouTube-rásin sinni og á Instagram og þetta er Shona Stitches og og þetta er, þú veist, ég ætla ekki að reyna að fara að útskýrta því ég er bara ákvað að taka þetta bara, þú veist, eitt í einu. Og ég fer reglulega þegar ég er búin með eitthvað ákveðin hluti í þessu, þá fer ég inn og sé hvað er næst og svona. En ég er með 6 pör af jólasokkum sem ég er búin að vinda upp í 2 hnykla hvern, þannig að það eru 12 gæjar í þessu og þeim er raðað ákveðin hátt upp eftir hvernig þeir fara svo á prjónana og það verður þetta er svona eins og Magic Loop nema á 2 prjónum. 120 cm langir prjónar hvor þannig að þetta verður svona ég byrja á einu stroffinu og það er mjög gott að gera þau bara stök hver fyrir sig áður og þannig að það verður alveg einn prjónn aftan og annar prjónn framan og ég sýni ykkur þetta bara svo þetta er langtíma verkefni en ég ég byrja á stroffi á þeim öllum og þetta verður klárlega ekki bílaprjónið sokkarnir duttu út þar en ég kom með annað í staðinn þar sýni ykkur það eftir og já, þannig að þegar ég er komið með 6 pör af stroffum þá fer ég að setja þetta upp á langa prjónin eftir kúnstarinnareglum og síðan prjóna maður bara túpu og og klára svo sokkin alveg, gerir tanna og allt og setja svo bara hælinn í eftir á. Þannig að ég ætla að prófa þetta. Það eru 11 mánuðir í næstu jól, tæpir. Þannig að ég ætla að sjá hvernig þetta gengur. Þetta er svona skemmtileg áskorun. Og talandi það, í leiðinni, þetta er það sem meðal annars datt í pokan. Til nóvembri fyrra þá voru stelpurnar sem eru með SSK-hittingin í Bandaríkjunum á hverju sumri Knit Girls, nei, ég man ekki hvað það heita. Jæja, þær voru allavega að tala Rocket Squared frá Addi, prjónana. Og ég hef notað viðarprjónana sem eru svona ferhyrningslaga og mér fannst þeir of ferhyrningslaga. Þeir meiddu mig á köntunum en þessir eru ferhyrningslaga en með svona pínu sárum í einhvern veginn sem að veldi því að þeir bara, ég elska þá ég gæti hugsað mig bara að nota þessa og
og líka, jú, auðvitað Tiago setti mitt eingöngu. Ég á eftir að fá mér fullt af þessum. Ég er með þessa sem sagt í 2,25 og ég er með það í annarri stærð, í annarri peysu sem ég man ekki stærð, ætla ég að segja ekki 4 eða eitthvað svoleiðis. Þannig að þetta er alveg, this is it sko, ég er bara seld. Og svo fékk ég mér líka svona hefðbundna rocket og snúran er æðislega á þeim. Þetta er líka 2,25. Og ég get bara, fyrir mig er þetta bara algjört æði því ég er búin að vera svolítið að svona vesenast með hendurnar á mér í vetur. Þannig að ég bara elska þetta. Þannig að hér er eitt langtímaverkefni af mörgum komið á prjónana. Og sjálfsög er ég svolítið lengi að koma mér í gang með þetta, einfaldlega því ég er með svo mikið að nýju öðru í gangi. Og þetta hvítagat sem ég er að gera stroffið úr er bara Austumann Stepp sem ég átti til. En svo er ég líka, ekki krakkar, ég þoli ekki þegar fólk segir krakkar, kæru áhorfendur. Svo er ég mögulega að fara að láta drauminn rætast að fá mér sokkaprjónavél. Skál fyrir því. Ef þið vitið eitthvað sem er að flytja heim frá Bandaríkjunum, þá bara hnippið í mig. Þetta er nefnilega svo, sko, annarkvort þarf ég að fara út og sækja þetta eða koma sér gá með einhverjum. Þetta er ekki eitthvað sem að biður einhvern að labba með í gegnum tollinn. Held ég. Ég er komin í sambandi við fyrirtækið úti og er að skoða þetta. Og þá með það fyrir augum líka að búa til svona túpur fyrir aðra prjónara sem að nenna kannski ekki að, eiga fullt að geða ykkur sokkagatni en nenni ekki bara, eða bara orðið of yfirþyrmandi magnið, að þá myndi ég bara bjóða upp þjónustu þar sem ég býti túpurnar og fólk setur sjálft stroffið hælana og tennar í. Er það ekki eitthvað? Maður er alltaf að vera að finna upp á einhverju nýju. Þannig að, já. Þá er ég búin að segja ykkur það leyndarmál. Og þá þarf ég nú ekkert að vera brölt ef að gera 6 pör í einu á einu prjón, en ég ætla samt að gera. Nú, svo er bara þetta verður alls konar. Þetta er bæði gamalt og nýtt verk í vinnslu og ég byrja bara á því sem er næst mér, en það er Northeasterly. Ég var að klára þessa rönd og þetta bara stækkar smám saman, þetta næri niður í gólf svona og ég er bara með þetta og 2 önnur teppin í stofu og þetta er bara svona kvöldvinnan að dúllast í þessu. Þetta mjallast, þetta er gaman. Það gengur á afgangana með þessu móti. Þannig að þetta er Northeasterly til á Ravelli og bara, já, þetta er alveg stimplað inn í vöðvaminnið. Þetta ég get prjónað þetta á hans að hugsa. Og hér eru restin, eða já, það sé hvort ég þurfa eitthvað mikið meiri það. Síðan er það teppi sem ég er að hekla. Úps. Ég var að setja 5. hespuna við í gær, það er þessi skrautlaga efsta. Þegar ég sýndi ykkur þetta síðast, þá var ég komin hingað sem að fíllinn er. Og þetta er cirka 1 hespa, sem er 100 grömm, þannig að þetta étur alveg duglega upp afganga og ég elska það svo mikið. Ég dregst svo að því þegar ég sest þarna inn í stofu að stundum þarf ég bara að beita mig hörðu að taka hinn 2 teppin upp sem með.
til að færa fílinn. Þannig að þetta er bara, ég get ekki þakkað henni Lindu minni nógsamlega fyrir að hafa espað mig upp í að byrja á þessari fegurð. Og sjá, var ég nokkuð búin að skráa þetta inn? Nei, ég er náttúrulega ekki. Ég var nefnilega svo dugleg að setja allt inn hérna um daginn þetta nýja, en ég er ekki búin að setja þetta teppi inn. Man ekkert hvað það heitir. Eitthvað rippled. Já, þetta er bara kallað heklega teppi hérna. Jú, Neat Rippled heitir það. Frá Attic24. Og hægt að finna það í gegnum Ravelry. Og ég á ég var að byrja á þessari og á þessar tvær eftir. Svo sé ég bara hvað ég bæti miklu við. Í þessu er ég með aðeins, sko ég held að segja minnst 10 grömm og svo upp í 20. Ég ætla svona að reyna að halda mig við það í því upp á að sé svona að það eru cirka 2 til 4 umferðir af hverjum lit. Svona til þess að halda því. En í Northeasterly þá er þetta bara ein sprengja. Nú svo er þriðja teppið sem að ég er með inn í stofu. Það er The Burrow Blanket eftir K.F. Jones í Bakery Bez. Og hér er ég bara að nota Fabelið mitt. Ég átti ógeðslega mikið og á ógeðslega mikið af Fabel sokkagarninu. Þetta er það prjóna þrefalt og maður lætur það svona marlast. Bleiki liturinn er reyndar alltaf og síðan er ég með 2 bláa svona bláa til skiptis sem bind þú veist, hespurnar sitt á hvað við. Og bleiki er alltaf og síðan skiptist svona sprengdur. Þetta er eini reyndar með bleikum tónum sem er í þessu, allir hinnir eru blátóna. Svo skiptist hann á. Ef þið skiljið mig. Og þetta hafði ég hugsað mér fyrir hann Hilmi Þór sem verður 2 ára í mars. Og svo áttar að koma svona panill hérna niður þegar maður er búið með aðalhlutan. Og kögur og eitthvað að koma. Já, það kemur bara kögur hérna niðri og að ofan, hann svona gatamunstur hérna neðst. Og hérna, þetta stefnir í að vera á að verða svona aukagjöf með afmælispakkanum. Og góð leið til þess að nýta upp allt þetta gat. Þannig að ég nefnilega fékk mér svolítið af svona þessu til þess að æfa mig að prjóna vélunum. En ég er bara ekki að finna mig almennilega í þeim af því að ég sennilega get ekki haft þær alltaf uppi við. Og það er svona maus að koma þeim fyrir og færa allt til og yfirfara hvort það sé, þegar maður tekur það svona sjaldan upp, hvort það sé ekki allt smurt og fínt og svona. Þannig að, en eins og með sokkavélina, þú veist, þá er hún bara á sínu standi alltaf og alltaf aðgengileg. Og því ég vinn svolítið þannig að þú veist, það er eins og þegar ég fer að sauma, þá verði bara að leggja allt annað frá mér af því að þá bara fer hausinn þangað. Nú, höldum áfram, þá er það bílaprjónið og það er gert á 3,5 mm prjóna. Þetta er bara, það er til frí uppskrift á Ravelry sem heitir Sockhead hatt og þetta er bara Sockhead kál. Þetta er, þú veist, og ég meira segja sko, af því að ég er ekki nota réttan grófleika og allt það, þá var ég að breyta prjónastærðinni og uppfyttinu og tölunni, þannig að þetta er bara svona mitt.
En það bara stroffneðist og síðan prjónar maður bara slétt og endar á stroffi og fellir af og svo bara vöðlast þetta hérna niður á hálsinn á manni. Og ég að nota 3,5 mm prjóna og held saman hérna móher og þetta gerist ekki helgulegra, þessi litir skal ég segja ykkur. Og Camp Nowhere frá Gucci Fibers sem ég keypti í gatbúð Eddu milli jól og nýjárs, sjúklega fallegt. Langar alveg bara í kjól úr þessu. Og hérna, þetta orðið bílaprjónið. Fórum suður í gær og þetta hérna í bílnum. Þessast á leiðinni aftur út bíl. Og þetta í fallegri tösku hérna frá prjónasystur í Tjarnardísum. Í selja handverk, kallar hann sig, og það svona hérna pleður botn, þannig að þetta geggja í bílinn af því að nú allt blautt og slett út snjónum. Svo þurrka ég bara bleituna af og svona gróft efni hérna uppi. Love to knit. Og svo bara dótar ég hérna endurskinn. Ef ég gleymi svo fyrir utan bílinn þá sé ég það. Þannig að þetta fer bara út í bíl á eftir. Eða næst þegar ég veit að ég að fara í eitthvað lengra en hérna innan bæjar. Nú, já, ég fer ekki alveg í teppin aftur strax, það fleiri teppi. Svo það hérna Sorel sem allir að tapa sér yfir á Instagram. Nei, á Ravelry, jú á Instagram. Og ég ekkert engin eftir bátur þar sko, ég tapa mig líka yfir svona fegurð. Og þar ég að nota aftur hérna, já, 3,75 þessa Square Rocket prjóna og vá. Þeir eru sko bara geggjaðir. Og hér peysan, eða sérst, já. Þetta hérna alveg að verða reddi, ég alveg að verða búin með þessar dúllur, fléttu dúllur sem ég voru gaman að gera. Og ég var að horfa á, það var eitthvað á YouTube sem ég var að horfa á í gær, hvort það var Kirsten í Woolenvine. En henni fannst þetta ganga voða hægt út af þessu dúlli. En ég held að það sé af því að hún prjónar ekki svona kontinental eins og það kallað, eins og við íslensku prjónarnir gerum. Af því mér finnst þetta fljúga áfram. Ég nýbyrjuð og ég bara, þú veist, með hvað mikið brauð í þessu og svona vesen, að þetta bara flýgur. Og miðað við, þú veist, allt annað sem ég með í gangi. Og þetta Romantík frá Héraði, Vingafingering, 100% súpuós merino, 400 metrar í 100 grömmunum. Og þetta bara, ég elska þetta, bara, einfaldlega. Og rosa glöð að fá einu svona ljósa í safnið og ég held þessu saman með Kitsilk frá Drops aftur, af því það aðgengilegt fyrir mig hérna, litur nr. 1, hvítur. Og já, þetta bara, ég mæli alveg með þessari uppskrift upp á 10. Ég hugsa að ég nái því í dag að skilja að fyrir ermar. Og þá fer ég bara, þegar ég er búin að gera nokkrar umferðir niður fyrir það, þá ger ég bara ermarna strax. Þá það bara afgreitt. Að taka eitt teppi, veðurteppið, ég veit. Ég að gera 7. janúar og ég að nota hérna Church Mouse at Home Vintage Crochet Throw and Afghan sem á Ravelry og tilþýddur á íslensku. Ég búin að, mamma búin að prjóna þetta svo, hekla þetta svo oft, það alveg einhverju vassblettir og eitthvað. En þetta svakalega skemmtilegt að gera.
Og ég náttúrulega eina sem ég að styðast við uppskriftin sem slík en ekki litaformúlunni. Litaformúlunni náttúrulega ræðst bara af hitastigi hér klukkan 12 hádegi við Akrafjall og ég átti fullt af akrílgarni sem að ég hafði einmitt keypt til þess að nota í prjónavélarnar til þess að gera eitthvað dúll á börnin en ég er bara að gera mega væmið veðurteppi í staðinn sem er líka bara allt í lagi af því að þetta gæti mögulega orðið eitthvað prinsessu teppi fyrir Bleiku Bínu, þannig hrafninu. Það er bara svo gaman að hekla. Ég var búin að gleyma hvað það var ógeðslega gaman. Og ég er með 3,5 mm heklunál. Og hvar er hespan? Notar hérna. Þetta er sem sagt King Cole Big Value Baby 4-ply. Og ég er með 10 liti. Og sem sagt þetta er -1 til +1 og í rauninni sko ef það er 1,5 eða 1,9 þá er þetta gaurinn, svo það sem byrjar á tölunni fyrir ofan það tekur við. Þannig að þetta er svona, já, hérna er 5 til 7 gráður í plús. En þessir litir sem ég er búin að gera á fyrstu 6 dögunum verða að voða mikið núna næstu daga. Og ég svo sem enga stund að gera hverja umferð, þannig að mér langar svolítið í dag þegar við Helgi erum búin að viðra okkur og leggjumst fyrir fram með sjónvarpið að fara fram með þetta teppi og komast svolítið áleiðis í janúar. Þetta gæti orðið svolítið strögg ef að ef maður fyrir að láta sitja og bíða mikið. Og svo bara sé ég hvort að ég þurfa að skipta teppin í tvennt upp á stærðina að gera og maður sé það kannski svolítið vel eftir fyrsta mánuð í hvað stefnir. Ég hef náttúrulega ekkert við eitthvað 3-4 metra lengju af teppi að gera. Síðan ég náttúrulega í að gera prjóna bútateppi frá Grandma with Love sem ég ætla ekkert að sýna ykkur af því ég fór pínu fíl út í mig og teppi þegar ég eitthvað ég felldi vitlaust af eina dúlluna. Ég var að laga það við tækifæri svo ég geti tekið henni sátt. En svo píndi ég mömmu mína aðeins þess að við færum að taka til í gatninu hjá henni og bara til þess að losa og ef að hún nær tökum á stars hjá mér og getur, þú veist, bara fengið það sem hún vill hjá mér. Nema að hún átti slatta plötulopa og ég komst að því þegar ég var að vinda upp og gramsa í gegnum að þetta er plötulopin af eldri típunni. Fyrir breytingar á þvottaefni eða hverju sem það er sem ég hef ofnæmi fyrir. Þannig að ég var nú heldur betur ægilega glöð og hana vantar svolítið nýtt svona teppi til þess að láta breiða yfir svo daginn. Það var svolítið þreytt sem hún prjónaði fyrir 4 árum. Þá bara hekla maður teppi fyrir mömmu sína úr hennar gatni. Og ég að gera bara svona típist bugðu ömmu hekl. Og þetta bara í körfu, alls konar litir sem ég ætla bara að nýta í þetta. Þessi verður sjálfsagt svolítið ríkjandi. Það er mest til af honum og ég er nú ekki einu svona búin með alveg, ég hugsa að ég fara, veitu hvernig þetta? Jú, ég er búin, ákveða að fara ekki alla leiðina út þennan loftlykkju enda sem ég var búin með að þetta er orðið alveg nógu breytt. Þetta er alveg, ég bara næg út af, þetta er alveg rúmlega armlengdin á mér.
Þannig að þetta svona, sko, svo veit maður að þegar maður komin að stað, komin góðan grunn á svona hekluteppi þá fara það á skotganga. Það oft svona, oft að byrja, finnst mér, og fá svona grunninn í gangi í því einhvern veginn. Þannig að það liggi vel í fanginu á manni. Hvað hérna? Þegar maður fytur upp svona mörg í einu, þá man maður ekkert hvað maður að gera. Jú, hérna Speculent Pop. Nei, þetta Triangular sjalið. Ekki heitir það ekki. Nei, Triangular Gram. Ég byrja á því með 3 prjóna og allt í hnút hérna. Og þarna nú eitt svona rocket gæi squared. Og ég bara búin að setja niður alla litina einu sinni. Á 4. litnum hérna. Og þetta allt litir sem ég fékk í afmælisgjöf frá yndislegum vinkonum. Nei, nú lýg ég aftur. Það hitt, það Speculent Pop. Ég bara föst að því. En þetta enga síður yndislegt garn. Þetta allt nema þetta hérna sem litli putti að poti frá Hex Dyeworks. Þetta Headsock Fibers, þetta skrautlega. Og ég að nota 4 mm. Það gefur fyrir 3,75 uppskriftin, en já, ég bara einhvern veginn dett alltaf í 4 mm í sjala prjóninu. Bestia þessi fjólblái. Og Sorbet Hedgehog. Ljúfan þessi lilla. Og Ambátt þessi hérna. Og hérna, já, ég bara uppskriftin já, hún bara þetta greinlega það sem átti næst að fara að vinna í. Ég svona reyna að rótera þegar ég komin á ákveðin stað, þá byrja ég að rótera svona verkefnum. En svo eru sum sem bara eins og Sorel peysan, þú veist, ég hugsa að ég verði bara í henni hérna inni þang til hún tilbúin. Ég svo spennt að klára hana. Hér Speculent Pop og það gert úr garni sem ég fékk í afmælisgjöf frá 4 yndislegum vinkonum. Og svo hérna, af því þetta úr hérna nýju bókinni hans Stevens, og hérna þetta úr í tösku frá Skjóðum. Ég gleym alltaf þessum töskubransa. Já, þannig að ég var ekki með uppskriftina úr Ravelry og þegar maður sækir það þar og bara með tölvunni þá svo auðvitað að smetla á linka ef það eitthvað svona YouTube leiðbeiningar og eitthvað svoleiðis. Og þetta var sunnudaginn var og ég var rangeyð eftir sunnudaginn eftir þorrablót sem ég hélt með hlut úr árgangnum mínum hérna, tæplega 600 manna þorrablót og var frekar þreytt og kunni ekki stafsetningu þennan dag og eitthvað svona. Ég var búin að leita alls staðar að þessu leiðbeiningar vídeói, mig vantaði bara til þess að fullvissa mig að ég var ekki rétt. Og ég sendi á Lindu bara hvað, þú veist, ég finn þetta ekki, hvernig kemst ég í þetta? Af því ég get náttúrulega ekki smellt og neitt í bókinni. Og hún alveg, hvað meinar þú? Og sendi mér alveg runu af vídeóum. Kannski bara, þú veist, þá sá ég strax stafsetningavillina, það var ekkert, þú veist, ég var bara rangeyð. En ég ætla að nota 4 liti í Speculent Popið mitt. Og þeir eru allir komnir í. Ég fitjaði upp á með þessum hérna. Og svo kemur þessi gaur. Þeir eru ekkert óaþekkir, það bara svona grófara spekkli einhvern veginn og bleikara aðeins í þessum. Og svo verða þessir poppin til að byrja með. Svo bara, þú veist,
breytist þetta. Og þetta er, ég er með Usitita Mulled Wine. Þessi hérna. Ég er með La Bene May Santoki. Ég er með Wolf Collection Alaska. Þessi. Og Vivid Wool Skél. Þannig að ég er með 2 ný sjöl í gangi, bæði eftir Stephen West. Það mætti eitthvað segja mér að ég fæ ekki leið á honum, enda er hann snillingur í að gera mann forvitin. Ég verð alltaf svo forvitin. Mér langar svo stundum að fara inn í hausinn á honum og vita hvað er að gerast þarna inni. En þetta er ég með á 3,5 eða 3,75 Chiago. Ég sé það ekki. Aldur og augu. Svo er hvað er hér? Já, hérna er haust eftir skeindýr. Komið svona langt. Það er allavega komið í poka. Ég ætla að flytja í bæinn þegar að ég er búin með Sorel. Afsakið. Það fyrir hún í gang. Svona Height & Hammer flaskan mín. Og Felix Cardigan eftir Amy Christophers ætla ég að gera úr sem ég ætla að nota þetta í Love Note, en ég er búin að gera 3 og ætla að láta það duga, þannig að þetta fer í Felix Cardigan. Drops er litur 22. Þannig að haust og þessi, þær eru komnar í pokan, ekki búið að fitja upp á. Og hérna er hvað? Mikið móher. Já, og hér er svo Alho by Anna Joanna. Þessi hérna, hún minnir óneitanlega á Love Note. Og í þetta ætla ég að nota að þetta er gefið upp fyrir það notaði þetta Holst Garn sem er svona light fingering og lace, þannig að þetta prjónafestan í þessu eru 21 lykkja og 32 umferðir á 10x10 og þannig að það er þá bara ekkert því fyrirstöðu en að nota bara sokkabandsgrólegan eða fingering og ég á hérna Matos, ég á svona fade kit og ég ákvað bara að fara í millilitin á því, það er Copper Pink Solid og Copper Pink sem ég ætla að byrja á og svo á ég fleiri hespur til þess að leika mig í kring ef að þetta verður ekki nóg. Hún er svolítið laust prjónuð og miðað við að ég bara nota 2 af í hérna eins og þessa að þá er annar er pínu meira speklaður þannig að einn er solid og hinn er svona pínu speklaður. Þannig að ég ætla bara að nota þetta Helical knitting þar sem ég er að prjóna til skiptis hverja umferð úr hespunu nema í blúndukaflanum. Þar ætla ég að vera bara með annan litin til þess að vera ekki að flækja þetta. Já, sannlega, þú veist, ég byrja hér og fer niður fyrir og byrja þá að mixa litina og fer fljótlega í ermarnar eins og venjulega þegar ég er búin að splitta þarna fyrir neðan.
Já, ég er búin að gleyma þessari. Þannig að það eru sérst 2 peysur, 3 sem á eftir að fitja upp á. Af öllu þessi sem ég er búin að vera að blaðra Já, þá er bara verkin í vinnslu komin og á döfinni er að klára verkin í vinnslu og klára að fitja upp á þessu sem ég langar að fara að gera. Og síðan eru 1 ef ekki 2 pröfuprjón á dagskrá. Annað er fyrir mínu Philip og hitt er ég ekki alveg búin að grænt. Já, ég veit ekki hvað ég má segja. En ég er að fara að nota þetta í það verkefni. Þetta er sérst Merino Silk frá henni Kristínu í Vatnsnes. Ég valdi litin, ég valdi hérna olive. Þetta er 80% merinoil og 20% silki. Það eru 365 metrar í 100 grömmunum, þannig að þetta er svona svipað og ég með í, þetta er aðeins fínna en ég með í hérna þessari. Sturlað. Gljáin á þessu svo fallegur og það verður svona þungt efni út af silkinu þannig að það leggst svo vel. Þannig ég er sjúklega spennt að fara í þetta. Ég var búin að sýna ykkur prjónana sem ég fekk hérna loksins. Það seljast alltaf upp, þannig að maður bara, þú veist, og það var eitthvað til að þeim en það vantaði eitthvað, þannig ég baði bara að bíða með að senda mér þangað það ættu allt svo ég er ekki tolluð til þess að ekki eins og ég ekki nógu prjónum. Nú svo af því ég var að fá hana gatni í þetta verkefni að þá náttúrulega var Kristín líka að snilla yfir sig og gera svona fullt af mínu hespum. Og þú veist, að því ég er svo duglega að vinna upp afgangana mína, þá þarf ég að fara að byrja að safna mér. Já. Þetta er allt öðruvísi, þetta er ekki afgangar. Hérna er 1 sett. Þetta eru litlar hespur. Þetta er Goldie grunnur, 75% merino, 20% nylon og 5% gullstelína. With or without you heitir þessi lína. Bara gorgeous og það glitrar, ég veit ekki hvort þið sjáu gullið en það er þarna. Þessi hennar klikkaflottur og bara, já. Og svo eitt svona hérna plain merino fingering 100% merino years ago heitir þetta sett. Getur verið flott í svona hérna kraga eða húfu eða bara sem blómundur. Hún er alveg rosaleg. Það er svo, ég veit ekki hvaðan hún galdrar þessa liti sko. Þessar íslensku litakonur sem við eigum, þær eru bara truflaðar. Þær eru algjörir snillingar. Nú þess að gefa maður að kaffið búið, þá grípum maður bara næsta. Nú framundan er náttúrulega Reykjavík Knitting Festival. Ég er ekki ennþá búin að ákveða mig hvað ég ætla að gera. Ég ætla allavega að fara, en þú veist, mér langar svo mörg námskeið og fyrirlestra en það bara er ekki hægt að fara á allt. Þannig að ég bara, þetta, þú veist, þetta er bara erfitt. Svo er ég að bíða reynda líka eftir svari með markaðinn hjá þeim, hvernig það fyrirkomulag verður og hvort það borgi sig að taka þátt því. Þannig að ef það er eitthvað, þú veist, að því ég er bara aðeins mér til, svona, til þess að geta leyft mér meira að vera í þessum töskubransa, að þá þarf ég líka að íhuga hvað ég er tilbúin að leggja í á móti, kannski til að koma svo bara út sléttur sem er ekki alveg
gengur ekki alveg fyrir mig. Ekki að ég ætla að láta sokka prjóna vélagræju drauminn rætast. Þannig að það kemur bara ljós, vonandi fljótlega. Ég allavega búin að senda þeim póst og fleiri. En talandi þá töskurnar, það ennþá bara afsláttaralbúm sem að verður bara þar þangað til að ég hendi því út eða þangað til allt búið eða hvernig sem það er. Og ég rakst á slatt af prjónamerkjum sem ég er búin að gera og er að skutla einu svona póka með ef keyptur fyrir meira en 3.000 kall. Og þetta pókinn seldur á 1.000 kall niður í Snotru, þannig að það er ágætt stíll. Og þetta bara svona með hana byrðir endast. Bara svona létta á herbygginu, þetta tekur svo mikið pláss. Nei, bara komið svo út. Þannig að ef þið viljið kíkja það, þá er ennþá, eins og ég segi, smá til. Þið eru farin að halla eða svona, eða kannski eru þið búin að halla allan tíman, ég veit það ekki. Já, eins og ég segi, við erum hópur í árgangnum mínum sem að höfum staðið fyrir þorrablóti Skagamanna í 10 ár. Ég reyndar svona, ég hef ekki alveg verið, ég held ég að einu svona ekkert komið nálægt þessu. Ég náttúrulega bara, þetta fyrir allt eftir heilsu. Og og við erum svona bara að notum þessa hátíð til þess að gefa tilbaka til samfélagsins okkars og erum þá að gefa til íþróttafélagana á Akranesi með því að fá þau til þess að aðstoða okkur við að gera þetta. Og þannig að þau fá hlutdeild í ágóðanum eftir kvöldið og við erum búin að safna, eða gefa upp undir 30 milljónir tilbaka á þessum 10 árum sem við erum bara rosa stolt af. En við ákvaðum að láta þetta frá okkur og það er annar frábær árgangur sem tekur við af því að það verður svo rosa mikið að gera hjá mínum árgangu næsta ári. Við erum að vera 50 og það þarf að byrja að plana fyrir suma. Ég ætla að vera erlendi, sko. En og svo komum við sterkinn eftir það. Þá finnum við upp á einhverju nýju. En þetta var bara svona orðið pínu erfitt að toppa sig. Þannig að það var bara tímabært að láta einhvern annan taka við keflinu. En þetta var rosalega gaman og svona bittersweet að klára þetta. Þannig að ég er búin að vera bara svona í að kjarna mig þessa vikuna. Búin að vera bara mikið að dúllast hérna heima og jú, ég er náttúrulega líka að kíkja daglega nánast til mömmu og pappa og er á fullu í grunnnámskeið í CrossFit sem er alveg geggja gaman og ég er farin að geta gengið eðlilega núna, er að komast yfir versta hasböru tímabilið. Þannig að það síðasta vikan er að renna upp. Þannig að þá fyrir ég að geta að fara að mæta á morgunæfingar sem ég hlakka rosa til. Þetta er ekki fyrir mig að æfa svona seint á kvöldin, sko. Þannig að það er bara ótrúlega gaman að vera í það góðu formi að geta stundað þetta. En annars er ég algjörlega búin að sjá það að ef ég ætti, eða þú veist, það bara, þetta er fyrir alla. Það er hægt að, eins og ég kalla það, skala allar æfingar upp og niður. Þannig að alveg sama, þú veist, ef þú ert með eitthvað viðkvæman punkt og getur ekki gert æfinguna eins og á að gera hana, að þá finna þær bara aðra lausn á því. Þetta er milljón leiðir til þess að vinna með sama vöðvan. Þannig að já, þetta er bara rosa gaman og ég er með ógeðslega mikið keppnisskap þannig að ég þarf aðeins að halda aftur á mér. En ég veit það allavega í dag, ég þarf að halda aftur á mér. Já, annars er bara búið að vera svona, ég er búin að vera svona ná mig niður eftir síðustu helgi. Það fór rosa púður í það. Ég veiktist á aðfanótt laugardagsins fyrir þorrablótið. Bara tók þynguna fyrirfram og ég sem, þú veist, drekk valla. En ég var í faðmlögum í nokkra klukktíma nóttina. Þannig að ég var frekar uppgefin á laugardagsmorgninum og allt hellepartíið framundan. Þannig að við skemmtum okkur rosalega vel og fórum bara heim á miðnætti eins og öskubuska.
bara fínt. Þannig að og það var sérst í aðdragandanum að þessu blóti, þegar það er svona brjála að gera ykkur öðru og þá brjálast áhugamál líka og þá kom þessi uppfittin og þörf. Ég held að þetta var bara þörf til þess að dreifa líka svolítið hugan. Og það tókst alveg með bara úr og þetta er allt svona, ég er mjög spennt yfir öllum verkefnunum. Það er ekkert svona alveg bara, það er ekkert verkefni sem er, þú veist, það sem er langar bara í loka verkefnið og er ekki að njóta ferðalagsins með því. Þetta er allavega eins sem komið er eitthvað sem ég er að njóta í botn og þannig á það helst að vera. Stundum er það þannig að mann langar bara í loka punktinn og svo má líka reykja upp ef að maður bara sér ekki fram á að fíla eða nota. Það er allt leyfilegt í þessu, það er engin lögga sko, þó að þessi teiknaða lögga sé til, en þá er engin svona alvöru prjónalögga. En nú er ég bara fann að rausa eitthvað. Sunnudagsmorgun og maður bara er í ruglinu, en já, ég ger bara ráð fyrir að sjá okkur sirka bát 2 vikum liðnum. Og þangað til þá bara óska ykkur góðra og gleðilegra handavinnu vikna og við sjáumst. Takk fyrir og bless bless.